En þá hefjumst við handa. Ég ætla að fjalla hérna markvisst samvinnunám í læsi, áhrif og reynslu kennara hérlendis. Svona, nú við vitum náttúrulega öll hvað lestrarfærni gífurlega mikilvæg og eins og segir í aðalnámskrá á grunnskóla þá þetta bara undirstaða ævináms. En því miður þá eru margir nemendur sem eiga erfitt með að tileinka sér lestrarfærni og samkvæmt þessum viðmiðum í læsisprófinu sem nú kannski samt ekki það besta til þess að meta stöðu nemenda í læsi en hefur verið gert engu að síður undanfarin ár að þá hefur verið rúmlega þriðjungur nemenda í öðrum bekk sem hefur ekki getað lesið til gagns svona samkvæmt þessum viðmiðum sem verið notuð í því prófi með þeim fyrirvara. Það allt og margir bara sem eiga erfitt með að læra að lesa á þessum fyrstu árum grunnskólans. Og einnig fær náttúrulega ríflega fjórði hver nemandi, eða 30% nemenda fær sérkennslu og það af langflestir vegna lestrarerfiðleika. Þannig við getum áætlað að þetta séu svona ríflega fjórði hver nemandi í grunnskóla og þetta byrjar strax í fyrsta bekk og helst eða nokkuð svipað út 10. bekk. Þetta alltaf þarna í kringum 20–30%. Og undanfarin 20 ár þá hefur fjöldi nemenda með annað tungumál og annað móðurmál en íslensku fimmfaldast í íslenskum skólum. Þannig að það eru víða áskoranir fyrir íslenska kennara og kennara á Íslandi til við að kenna öllum að lesa. Og það svo mikilvægt að byrja snemma að huga því hvernig við getum kennt á áhrifaríkan hátt. Af því að lestrarerfiðleikar byrja yfirleitt snemma og það hægt að greina það mjög fljótt. Það koma yfirleitt í ljós bara strax í leikskóla og hvað þá strax í fyrsta bekk. En eftir því sem álíður þá verða þær umfangsmeiri og erfiðari viðfangs ef ekkert að gert. Þannig að forskot jafnaldra eykst. Því mikilvægt að grípa snemma inn í og með snemmtækri íhlutun má koma í veg fyrir frekari erfiðleika hjá stórum hluta nemenda. Og það þarf að nota þá þær aðferðir sem hafa reynst best og þar skýr og kerfisbundin hljóðaðferð hefur verið talin áhrifaríkust og mestur árangur ef henni beitt snemma. Og það ekki nóg að nota bara einhvers konar hljóðaðferð, hún þarf að vera bæði skýr og kerfisbundin. Þannig hún þarf að vera explicit og systematic. Það niðurstöður þessar víðtæku safngreiningar sem National Reading Panel gerði þarna á sínum tíma. Og það niðurstöður hafa sem ekkert breyst. Nú ein aðferð sem hægt að nota sem sagt félagakennsla, peer tutoring eða samvinnunám af vissu tagi eða jafningjakennsla. Ég kalla þetta svona félagakennslu eða eingerð samvinnunáms. Og ein af þessum nálgunum var Classified Peer Tutoring sem var þróuð við Kansas háskóla, Greenwood og fleirum og Fuchs og Fuchs hjónin við Vanderbilt háskóla, þeir þróuðu svo PALS félagakennslu byggt á Classified Peer Tutoring aðferðunum. Og þetta hefur verið þýtt á Íslandi sem pör að læra saman og það hún Hulda Karen Danielsdóttir sem er svo duglega að innleiða þessar aðferðir á Íslandi undir merkjum SÍSL-verkefnisins, sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir. Og hún hefur staðið fyrir námskeiðum í mismunandi aðferðum PALS hér á landi. Og PALS hugsað sem viðbót við aðrar kennsluaðferðir og á Íslandi hefur einhver verið notað í lestri en líka í stærðfræði. Núna nýlega hefur verið þróað og þýtt og staðfært efni til að kenna stærðfræði. En einnig hægt að nota þetta við kennslu í fleiri fögum. Og markmiðið með þessu náttúrulega að virkja nemendur og í svona lykilatriðum náms. Þannig að við erum að láta nemendur vinna saman samkvæmt tilteknum reglum. Þannig að þetta ekki bara svona para 2 og 2 saman, heldur eru tilteknar reglur sem þeim kennt hvernig þeir eru að vinna saman, hvernig á að hrósa, hvernig á að hvetja áfram, hvernig á að leiðrétta og slíkt. Og upphaflega voru þessar aðferðir þróaðar fyrir 2. og upp í 7. bekk. En svo voru þau smá sem að þróa líka fyrir yngri börnin, þannig að maður hefur séð alveg niður í 3–4 ára að vinna saman á leikskóla
í að kenna hvert öðru hljóðkerfisvitund og hljóðinn og slíkt, og svo alveg upp á unglingastig. Þannig að þetta hefur víða notkunargildi, nýtingargildi, notagildi. Áhrif lestrarkennslu með PALS hafa verið metin með víðtækum rannsóknum og þær hafa sýnt að þær nýtast mjög vel 5 ára nemendum, hvort sem að þeir standa illa að vígi eða vel í upphafi námsins. Þannig að þetta er gott hvort sem að þú þarft mikla leiðbeiningu, en líka fyrir þá sem að eru kannski meira í hlutverki að leiðbeina. Af því maður lærir náttúrulega svo mikið á því að leiðbeina öðrum. Og þetta er náttúrulega líka gagnlegt í 1. bekk, eða hefur reynst gagnlegt þar í samanburðarrannsóknum og sérstaklega fyrir þá sem að standa illa að vígi eða í meðallagi. Og svo eins hefur þetta reynst betur heldur en aðrar aðferðir í 2. til 7. bekk og eins á unglingastigi. Og maður samt þarf alltaf að hafa í huga að þetta er aðferðir sem maður nýtir til viðbótar við aðrar aðferðir. Þannig að þetta á í rauninni ekki að standa eitt og sér, heldur er þetta fínt svona með öðru til þess að gefa krökkum tækifæri til þess að lesa, veita endurgjöf eða fá meira æfingu í hljóðunum og slíkt. Þannig að þetta nota þetta með fjölda aðferða. Fyrir þá sem vilja skoða nánar rannsóknir á PALS þá bendi ég á síðu Vanderbilt háskóla og einnig er náttúrulega hægt að googla þessar aðferðir og sjá að þær eru notaðar víða heim og þær hafa verið þýddar, til dæmis PALS aðferðirnar hafa verið þýddar á frönsku, þau eru notaðar í Kanada, þær hafa verið náttúrulega þýddar á íslensku og spænsku og eru notaðar í þeim löndum þar sem að þau tungumál eru töluð. Og við skoðum hérna fyrst K-PALS eða krakka-PALS sem er þýðing á Kindergarten Peer Assisted Learning Strategies sem að PALS stendur fyrir, að þá er þetta aðferðir sem að bæði beinast að kennslu lestrarfærni, svona undirstöðu lestrarfærni, en líka svona samvinnunámsaðferðir. Þannig að það hefur verið að leggja inn hljóðkerfisvitund og ýta undir hana. Það hefur verið að æfa og kenna hljóðaþekkingu og umskráningu. Og það eru notaðar tilteknar leiðbeiningar, bæði þá kennaraleiðbeiningar í formi handbókar og eins fá nemendur leiðbeiningar PALS-reglurnar, hvernig við vinnum saman og slíkt. Og eins og ég sagði áðan þá var íslensk útgáfan búin til 2009 af K-PALS og hefur verið notað bæði með leikskólabörnum, þá með elsta árgangnum í leikskólum, og eins í mörgum fyrstu bekkjum grunnskóla. Og jafnvel hefur handbókinni og æfingunni þar verið svona skipt á milli elsta árgangsins í leikskóla og svo haldið áfram æfingarnar þegar að krakkarnir byrja í grunnskóla. Þannig að mynda þarna góða samfellu á milli skólastiga. Og þetta er þá náttúrulega gagnlegast ef þetta er nýtt með öðrum aðferðum. Og þetta felur semst ekki bara í sér þessar samvinnunámsaðferðir og leiðbeiningar, þetta er einnig hugsað hvernig innlögn hljóða og orða er háttað með það að leiðarljósi að reyna að fyrirbyggja rugling. Þannig að það er verið að kenna hljóðin í þeirri röð, þannig að bæði hljóðin útlit eru ólík. Allt til þess að fyrirbyggja rugling og auðvelda frekara nám. Hérna er svona dæmi nokkur verkefni. Og eins og sjáið að þá eru þessi verkefni ýmist að greina hvaða hljóð hver stafur segir og þá er bara fyrirmælin hvaða hljóð og barnið segir hljóðið eða félaginn, krakkunum er skipt niður í annars vegar lesara og hins vegar þjálfarann og svo skiptast þau á hlutverkum. Þjálfarinn segir sem sagt á fyrirmælin og lesandinn les og gefur frá sér hljóðin. Og hérna sem sagt er að æfa stökuhljóðin og alltaf þegar stjarnan kemur þá er hrósað fyrir og svo merkt við broskall og saman safna krakkarnir sér brosköllum fyrir æfingarnar. Hérna eru sem sagt þá svona sjónorð, svona stutt orð og seinna meir náttúrulega lengri.
þar sem orðin eru kennd í heilu lagi. En annars verið að setja saman orð úr þeim hljóðum sem búið að kenna. Þannig að þau ekki rekast á nein ný hljóð í umskráningarverkefnunum. Orðin sem hérna á neðsta hlutanum eru alltaf búin til úr hljóðum sem búið að kenna og æfa. Þannig að þau eiga að lesa hægt sem sagt fyrst, svo bál og svo eiga þau syngja og lesa. Bál, bál. Og svo næsta, lestu hægt, sál, syngdu og lestu, sál, sál. Og svo náttúrulega má sleppa þessu svona söng hluta. Maður getur líka bara hljóða sig gegnum sál, sál. Aðalatriðið að bæði að hljóða sig gegnum og lesa það svo hratt. Og svo neðst í verkefnunum í Kápals eru svona stuttar setningar úr bæði þeim orðum sem búið að kenna sem sjónorð og líka þeim hljóðum sem búið að kenna í stökulagi. Og aftur merkt við þá broskarla fyrir að fara í gegnum æfingarnar. Já, og hérna kannski líka sniðugt að benda á það að hvert hljóð er lagt inn svona með mynd, eins og hérna það lagt inn með mynd af nord til þess að svona tengja líka við merkinguna. Nú, hérna kannski líka gott að minnast á það áður en að börnin að vinna saman í pörum, að þá kennarinn búinn að fara yfir æfinguna og búinn að fá nemanda með sér upp á töflu til þess að æfa sig að vera þjálfari og þá eru öll börnin að svara saman sem lesarinn og þannig að það búið að fara eins í gegnum þetta undir stjórn kennarans áður en börnin fara að vinna saman í pörum. Nú, grunnpalsið felur í sér verkefni sem að æfa upp sjálfvirkni í hljóðunum og eins umskráningu í orðum og líka sjónorð eins og í Kápalsinu, en svo líka þá komið lengri texti, þannig að það ekki bara stakar setningar, að það eru líka sögur hreinlega. Og hluti af æfingunum felur í sér hraðaleik, þar sem að krakkarnir að taka svona spretti og að taka tíma og sjá hversu langt viðkomandi kemst á 1 mínútu og svo merkt við 1 þangað sem maður komst, svo æfum maður sér aftur og athugar hvort maður kemst lengra, þá merkt við 2 þar og svo að æft einu sinni enn, 1 sprettur og athugar hvort þú kemst ennþá lengra. Og þetta yfirleitt mjög svona hvetjandi að sjá hvernig maður kemst alltaf lengra og lengra eftir því sem maður æfir sér meira. Þannig að þetta svona skemmtilegu leikur og maður alltaf bara að keppa við sjálfan sig. Nú, síðasti hlutinn í grunnpals félagalestur, þar sem félagar skiptast á að lesa einfaldar bækur eða bækur sem að henta fleira getustigi í 10 mínútur og hinn að fylgjast með og athuga hvort allt sé rétt lesið. Og þessi félagalestur hann hefst eftir 10 vikna innlögn á hinum verkefnunum. Þannig að allir séu búin að ná nógu góðri lestrarfærni til þess að fara í þann part. Og hérna svona dæmi kennslustundir í grunnpals. Hérna til dæmis kennslustund 28 og hérna sjáum við hvernig hljóðin eru æfð. Hérna verið að leggja inn hljóðin ei og svo það æft reglulega innan önnur hljóð sem búið að æfa áður. Hérna verið að æfa sig að lesa orðin og sínt lestrarstefna og hvað eru mörg hljóð í þessu. Þannig að hérna eru 4 stafir en það eru bara 3 hljóðir ein. Þannig að þau þurfa að æfa sig. Það er ekki besta dæmi til að hljóða sig gegn. Þetta líklega orð sem hefur verið æft hérna sem sjónorð, hljóðaðu og lestu hratt. En svo eru aftur sem sagt orðin æfði í heild sinni hér og fyrirmælin þarna eru bara lestu orðin og þarna eru einmitt svona orð sem eru kannski eitthvað óregluleg eins og tvöfalda en og sagði, við segjum ekki sagði og svo framvegis. Og svo hérna sagan sem að felur í sér þá þau orð sem búið að leggja inn og felur í sér þá eitthvað sem að krökkunum finnst vonandi áhugavert að lesa, þannig að getur orðið svona styrkjandi sjálfur sér.
Nú, þegar þau búin að fara í gegnum þessar æfingar, þá tekur hraðaleikurinn við, þar sem að þau fara upp hérna lestu orðin, taka þennan part hér á seinni síðunni og æfa sig að lesa þetta eins hratt og þau geta, merkja svo við þegar 1 mínúta er liðin og svo aftur, þegar þau taka aftur annan sprett frá byrjun, sjá hvort þau komist lengra og svo 3. sprettin og merkja þá 3 á síðuna. Nú, ef við skoðum hérna aðra æfingu og í grunnpals eru 70 æfingar eins og í K-pals og hérna sjáum við eina af þessum síðustu æfingum þar sem eru svona flóknari hlutir kenndir eins og bara að segja saman spr og hérna str og kr og annað svona flóknari sambönd og svo æfa flóknari orð eins og stór, höfði og svo aftur orðin í heild sinni. Hérna ná upp fimi í að segja orðin og svo hérna æft að lesa sögu og aftur hraðaleikur. Þarna eru komin allar þær æfingar sem að grunnpals felur í sér. Nú, skulum skoða svo pals fyrir 2. og upp í 7. bekk. Það byggir náttúrulega á svona sama grunni og sem að eins og þið hafi kannski áttað ykkur á, felur í sér svolítið svona þessa beinu kennslu. Það sem skýrt hlutverk af hálfu kennarans, hann að leiðbeina krökkunum hvernig þau að vinna saman og svo náttúrulega þessi félagakennsla sem krakkarnir eru að vinna saman en aftur samkvæmt þessum skýrum reglum eins og þessu algengt í beinni kennslu. Og þarna er verið náttúrulega að leggja áherslu að æfa upp færni og fimi í lestri og svo náttúrulega lesskilningin. Eftir sem að lesfimin verður meiri og sjálfvirknin í undirstöðu atriðunum meiri, að þeim meira rými gefst til þess að skilja það sem verið að lesa. Og aðferðirnar í pals fyrir 2. og upp í 7. bekk fela einkum í sér þennan félagalestur með endursögn og það að draga saman efnisgreinar í 10 orðum og þau þurfa svolítið að æfa sig í því hvað gerðist og mátt nota 10 orð til þess að segja frá og svo stundum þarf að æfa sig aftur þegar að puttarnir klárast og þú ok, það nu og þá það flinkari í að taka saman aðalatriðin í því sem þau voru að lesa. Og svo næsta skrefið að spá fyrir hvað heldur að muni gerast næst og krakkarnir ræða þetta alltaf. Hvað búið að gerast, hvað gerist næst og svo framvegis. Þannig að það verið að vinna á merkingabæran hátt úr textanum samhliða lestrinu. Nú meginskrefin í þessum verkefnum eru þannig eins og ég kom inn á áðan að verkefni dagsins eru fyrst kynnt fyrir hópnum í heild. Það sem að kennarinn sýnir hlutverk þjálfarans og nemendur í heild sinni að æfa hlutverk lesarans og síðan félögum para saman á tiltekinn hátt og það yfirleitt tekin frammistaðan til dæmis í lesferli eða í annars konar skimun eða lestramati og para saman efstu, eða í rauninni listanum skipt í tvennt. Og efsti í efri hlutanum, hann parast við efsta í neðri hlutanum. Þannig að það svolítið getur munur á krökkunum sem að parast saman, en ekki svakalega mikill. Við erum ekki að tala sem með mestu lestrarfærnin að parast við þann sem með allra lægstu. Þetta svona einhver munur en ekki ómikill. Og svo þá náttúrulega líka að skoða hverjir vinna vel saman og hverjum hentar kannski ekki nógu vel að vinna saman. En báðir aðilarnir í pörunum fá tækifæri til þess að æfa bæði hlutverkin í hverri kennslustund. Og í K-pals erum við að tala svona 20 til 30 mínútna kennslustundir en í pals og grunnpals 30 til 40 mínútna lotur. Og þetta svona frá 3 upp 4 sinnum á viku. Og það góða við þetta efni að það hægt að mæta mismunandi þörfum með miserfiðum verkefnum. Það þurfa ekki allir að vera að vinna með sömu æfingarnar. Einhverjir geta verið að vinna með aðeins einfaldari æfingar, einhverjir geta verið að vinna með aðeins erfiðari.
og jafnvel væri hægt að senda svona æfingar og kennslustundir, eins og við vorum að skoða áðan, efnið fyrir kennslustundirnar, hægt að senda það heim og biðja foreldra að æfa. Það hef ég til dæmis verið að gera bara með dóttur minni, að mér finnst þetta svo gagnlegt efni og við erum að æfa okkur að taka hraðaspretti og æfa okkur í að ná upp sjálfvirkni í hljóðunum og annað. Og ég geri það þannig að ég legg inn kennslustundina með henni, en svo leyfi ég henni að fara í svona hraðaleiki, þar sem hún fer bara sjálf yfir og ég tek tíma, athuga hvað hún er lengi að fara í gegnum eina æfingu og svo segi ég, ok, nú skulum við sjá hvort þú getur verið sneggri. Og svo er kannski einhver smá velun maður er fljótari heldur en áðan. Og hún nærus yfirleitt alltaf í annarri tilraun að vera fljótari. Einstaka sinnum þarf hún samt að æfa sig 3 svar. Þegar hún er líka svolítið með athyglisbrest og gleymir sér stundum og fyrir að hugsa eitthvað annað. Og þá bara er það allt í lagi, þá bara fær hún aftur tækifæri til þess að æfa og það er ekkert verra að fá þarna auka tækifæri til þess að æfa upp sjálfvirkni í hljóðunum og skráningunni. Allavega þá finnst mér þetta mjög gagnlegt og hægt að útfæra á mismunandi vegu fyrir breiðan hóp nemenda. Og það hefur komið í ljós að þetta hentar vel fyrir nemendur sem eru með annað móðurmál, til dæmis í Bandaríkjunum, English Language Learners, og líka fyrir nemendur sem eru með sértæka námserfiðleika, til dæmis með lesblindu eða með bakgrunn slíkt og þannig systkini eða foreldrar greindir með þannig erfiðleika eða ef einhver kemur illa út úr hljóm, þá er að gera að byrja að snemma að nota svona æfingar og jafnvel setja inn fleiri æfingar í heimavinnunni til þess að flýta fyrir náminu. Þetta hefur einnig nýst líka fyrir krakkar sem eru með annars konar frávik í þroska eða hegðun. Og getur náttúrulega nýst þá sérstaklega vel í svona almennri kennslu í skólan Akureyringar, skóla margbreytileikans. Nú, áhrifin hérlendis hafa aðeins verið metin og við erum búin að gera eina samanburðarrannsókn í leikskóla, eða í leikskólum á leikskólastiginu, þar sem voru borin saman framfæri barna sem annars vegar fengu KPALS í svona 35–40 mínútur á viku, þannig að það var svona aðeins undir því magni sem var svona mælt með, en það er allt í lagi, ég meina við getum skoðað bara áhrifin af því að nota aðeins minna og þau voru borin saman við álíka stóran hóp barna sem fékk markvissa kennslu í læsisþáttum með ýmsum aðferðum sem hafa tíðkast hérna á Íslandi og með útgefnu íslensku efni. Og þau voru reyndar yfirleitt lengur í þessum svona skólahópa tímum, eða í 50–180 mínútur á viku, voru saman 35–40 mínútur. En það var gerð andkofa samvikagreining til þess að bera saman framfæri hópana og það kom í ljós að KPALS-hópurinn hafði tekið marktækt meiri framförum hvað snerti undirstöðu lestrarfærni, eins og hljóðaþekkingu, hljóðkerfisvitund, hljóðafimi og umskráningu. Þannig voru 90% af KPALS-hópnum farin að nota umskráningu en aðeins 52% hinna í samanburðarhópnum. Þannig að þarna munaði talsvert á því á hvaða staði voru þau byrjuði svo í fyrsta bekk. Og áhrifsstærðirnar voru frá 0,14 til 0,36 með ETA í öðru veldi sem bendir til sterkra áhrifa. Og við höfum birt grein þetta sem hægt að nálgast á netinu. Nú, það hafa einnig verið metin áhrif með upplifun starfsfólk leikskóla af því að nota þessar aðferðir í leikskólaumhverfinu. Því eins og við vitum þá er mikil áhersla lögð á frjálsan leik og svona kennsluaðferðir kannski ekki svona það sem almennt hefur tíðkast í íslenskum leikskólum. Þannig að sumir en samt mikill minnihluti einstaka þátttakendur nefndu að þeir hefðu verið neikvæðir í byrjun og fundist þetta bæði ofstýrt fyrir leikskólaumhverfi og líka taka bara of mikinn tíma frá öðru. Sérstaklega meðan þau voru að innleiða þetta, að þá var erfitt að finna tíma, sumum fannst erfitt að læra að nota þetta, að þau voru gert í fyrsta skipti, eðlilega,
og þeim fannst erfitt að leiðbeina pörum og slíkt. En undantekningarlaust að þá var viðhorfið jákvæðara eftir að þeir kynntust aðferðunum og voru búnir að prófa að fara í gegnum þetta í nokkur skipti. Þá fannst þeim í rauninni þægilegt að hafa þetta skýra skipulag sem í handbókinni og í æfingunum og fannst leiðbeiningarnar mjög auðveldar eftir á að hyggja, þó þetta virki kannski svolítið yfirþyrmandi í byrjun að hafa svona heila handbók. En handbókin felur náttúrulega mestmegnis í sér verkefni nemendanna og barnanna. Allir þáttakendurnir í rannsókninni lýstu sem voru minnum í kringum 20 í 5 leikskólum og það voru allir þeir starfsmenn sem voru að vinna með PALS í þessum 5 leikskólum sem tóku þátt, sem ég fannst mjög jákvætt. Þannig við fengum í rauninni allar raddir þeirra sem höfðu notað PALS eða K-PALS í leikskólunum. Og allir þar lýstu þessum jákvæðu áhrifum sem hafði orðið á grundvallar lestrarfærni barnanna og læsi, en líka á sjálfstraust. Þeim jókst sjálfstraust við það að vera falið það að leiðbeina öðrum. Það batnaði líka samvinnan að mati viðmælanda og þau höfðu orð á því að þeir höfðu núna betri félagsfærni. Eins og þau væru meira að hrósa hvert öðru, þau væru meira að leita til hvers annars eftir hjálp, frekar en að leita alltaf til kennarans, af því þau voru vön því að þau væru að hjálpast að við að læra að lesa, að þá fannst mér líka eðlilegra að vinna vel saman á öðrum sviðum. Þannig að mér fannst það svona jákvæð svona auka verkanir. Og allir viðmælendurnir í þessari rannsókn, þeir hugðust halda áfram með K-PALS aðferðirnar í leikskólanum. Og eins og einn orðaði það, mér finnst þetta hafa heppnast vel og það tapar enginn á þessu. Það var svona svolítið lýsandi fyrir viðhorf hópsins. Nú það sem hefur líka verið rannsakað núna í meistaraverkefninu hennar Söru, Heiðrúnar Fawcett, og það var reynsla grunnskólakennara af notkun K-PALS og þá aðallega í 1. bekk. Og það var líka eiginleg viðtalsrannsókn þar sem voru tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við kennarana sem voru 11 grunnskólakennarar sem voru að kenna 1. bekk og þeir komu úr 9 grunnskólum af stór höfuðborgarsvæðinu. Og greining gagnanna fór fram með þemagreiningu Brown og Clark. Og niðurstöðun var svona skipt í nokkra flokka og Sara tók út svona þessa setningu sem henni fannst einkenna svolítið svörun. Að einn kennarinn hafði orði, þeim fannst þetta alveg mjög skemmtilegt og svona öðruvísi en önnur kennsla. Þannig að það kannski kemur svolítið óvart með því hvað margir eru feimnir við að nota svona stýrðar aðferðir. Þar sem þú átt að fylgja tilteknum reglum, þú átt að gera þetta núna, þú átt ekki að gera þetta svona, þú átt að gera þetta hinsegin. En það fannst krökkunum þetta skemmtilegt og kannski líka svolítið uppbrot frá annarri kennslu. Þannig að það var ánægilegt að heyra það. Skoðum aðeins nánar sín viðmælanda á framkvæmdina. Þeim fannst öllum, og maður sér hérna í töflunni, fjöldan sem nefndi tiltekin atriði í viðtölunum og hérna merkt við sem sagt hver af viðmælandunum nefndi hvað og þetta náttúrulega allt saman dulnefni og maður sér þeir sem hafa sama uppástaðinn voru í sama leikskóla en aðrir koma sem sagt úr mismunandi leikskólum. En allir höfðu orðið að það sem þótti gagnlegt við framkvæmdina á K-PALS var að hafa skýra handbók og þeir sögðust allir að vera að fylgja þeim leiðbeiningum sem var lagt upp með í K-PALS verkefnunum. Einnig nefndu flestir að þeir væru að fara eftir þessum leiðbeiningum tímaramman og fylgja kennslufyrirkomulaginu mestu leyti. Þarna sjáum við samt mikinn fjölbreytileika greinlega. Það voru bara 5 sem sögðust fylgja kennslufyrirkomulaginu eins og þeir í handbókinni, en aðrir eru kannski að nota einhverjar aðrar leiðir, eins og til dæmis að hoppa yfir æfingar, sem sagt að sleppa úr tilteknum æfingum ef þeim fannst það kannski of léttar eða of mikil endurtekning. Nú 4 höfðu orð á því að þeim fannst þetta þau voru svolítið óörugg í upphafi, af því þeir náttúrulega vantaði alveg æfinguna í þessu. Og
Og svo nefndu 3 að þeim þætti stundum áskorun að koma til móts við þá sem voru lengra komnir í lestrarnáminu heldur en byrjendana. Sko skoða aðeins helstu kosti Kápals að mati viðmælanda sem voru að kenna 1. bekk. Það fannst náttúrulega gagnlegast að það væri verið að kenna hljóðin með mjög markvissum hætti og henta mjög vel nemendum eða henta nemendur sem eiga við lestrarvanda. Þannig að meiri hluti viðmælanda nefndi þetta tvennt. Og eins það gæfist svona tækifæri til þess að vera með endurtekningu. Það ferð á nýja æfingu en þú ert samt sem áður alltaf að æfa áfram sama til þess að festa það vel í sessi. Þeim höfðu líka orði að það væri svolítið gott að hafa svona öguð vinnubrögð og það væri gott með öðru og eins hvernig aðferðirnar festu sjónræn orði í minni og getu gagnast líka við að koma auga á mögulegan lestrarvanda. Þetta leynir sér ekkert ef að nemandi að hiksta með eitthvað og þú færð yfirleitt alltaf að heyra það þá frá væntanlega félaganum að viðkomandi að félagin eigi kannski eitthvað erfitt með þetta. Þannig að það er gott að hafa svona 20 aðstoðarkennara í bekknum. Nú viðmælendur lýstu áhrifum af Kápals á 1. bekkjar nemendurna og sögðu í öllum tilvikum að aukna lestrarfærni væri að ræða en líka þess að bættu samskipti sem að finnst alveg mjög áhugavert. Að þetta stýrða form var ekki til þess að ýta undir einhvern pirring eða leiða eða neitt. Allavega var það ekki nefnt í þessum áhrifum. Þetta voru að tala bætt samskipti milli nemendana. Og eins þessi jákvæð áhrif á tvítengda nemendur sem að stór meiri hluti viðmælanda talar Og eins að þetta hefði jákvæð áhrif á nemendur með námserfiðleika. Þannig að þetta allt mjög jákvætt að heyra og gefur svona grundvöll til þess að skoða nánar með meginlegum hætti að hve miklu leyti þessi atriði eiga sér eða til staðar í stærri hópi. En það sem viðmælendur nefndu varðandi þátttöku og viðbrögð nemenda í Kápals kennslustundum var að allir nefndu að þeir væru virkir sem líka bara frábært. Þannig að það virðist ekki vera mjög erfitt að halda nemendunum að verki í þessu af því þarna ertu bara að vinna með þínu félagi og ber svolítið ábyrgð á því að vinna vel með honum. Og 8 nefndu að krökkunum þætti hvetjandi og gaman að safna stigunum sem er kannski verið að safna og þá þangað til að búið að ná einhverju takmarki og gera það eitthvað skemmtilegt saman til að halda upp á hvað er búið að safna mörgum stigum. En 7 nefndu að það væri komið svolítið þreyta í hópinn síðustu kennslustundirnar. Sem sagt þegar nær dregur enda að þessum 70 æfingum sem eru gerðar yfir skólaárið og þá væri sumir orðnir svolítið þreyttir á þessu fyrirkomulagi. 7 nefndu að þeim þætti skemmtilegt að fara í hljóðaleikina og leika þjálfarann. Ég skal trúa því að krakkarnir hafi gaman að æfa sig að vera kennari. Það er svona þjálfari. Og 4 höfðu orðið að væri skemmtilegt þegar það er komin orð og setningar í æfingarnar. Nú þannig að mati Söru fannst henni skína í gegn að viðmælendur hefðu svona jákvæð reynslu af Kápals og þætti þetta árangursrík viðbót við lestrarumhverfi og að þeir hefðu nefnt fjölþætt áhrif aðferðanna. En það svona skín í gegn líka, ekki bara lestrarfærnina, heldur líka samskiptin og virknina og hvernig þetta hentaði fyrir þennan fjölbreytta hóp þar á meðal krakka með náms- og lestrarerfiðleika og líka þá sem eru með móðurmál annað en íslensku. Þannig þetta bendir til jákvæðra áhrifa en það er náttúrulega eitthvað sem við eftir að skoða betur með meginlegum hætti. Bæði með spurningakönnun og meginlegri samanburðarrannsókn. En Rósa Lilja Thorstensen, hún gerði líka rannsókn á reynslu og upplifun grunnskólakennara af notkun PALS, þess að í öðrum til 7. bekk. Og reyndar voru sumir að nota þetta efni alveg niður í 1. bekk. Og þátttakendur voru þarna 14 kennarar úr 6 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og þetta fór fram með svipuðum hætti með eiginlegum viðtölum.
og skoðum bara helstu niðurstöðurnar. Þeim er skipt svona í 5 flokka og Rósu fannst svona mest lýsandi ummælin og hún notaði þetta svona sem fyrirsögn á sínu verkefni. Hún hafði eftir einum kennaranum. Þetta bara svona eins og tannhjól sem rennur, sem bendir þá til þess að nemendur verða svolítið sjálfstæðir í vinnubrögðunum, fara í að vinna verkefnin saman, þeir vita nákvæmlega hverju þeir eru að ganga, þeir eru með sína möppu, sitt lesefni og vita hvað þeir eru að fara að gera, sem náttúrulega bara svona, myndi ég halda bara svona draumur hvers kennara að krakkarnir fari bara á sjálfstæðan hátt í verkefnavinnu og hjálpa hvert öðru. En sko skoða aðeins nánar hvað kom fram í viðtölunum, að það var varðandi beitingu PALS í kennslu. Þá nefndu 13 og 14 að þeir voru að nota PALS með sínum umsjónarhópi og 10 af 14 nefndu að þeir voru að nota PALS 3 í viku. Mér skilst að aðrir hafa verið að nota þetta aðeins sjaldnar, kannski þá 2 í viku. Sumir töluðu að vera að beita þessu í 12 til 16 vikur, sem svona tími sem lagt upp með. Það voru 8 sem nefndu það og 4 nefndu að væri að skipta pör á 4 til 6 vikna fresti, sem nú svona svolítið sjaldnar kannski heldur en lagt upp með, af því maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir því hvort að pörin að koma nógu vel út og þau hafa líka svolítið gott að því að skipta pör og æfa sig að vinna með mismunandi krökkum. Nú 2 nefndu að þeir beittu PALS bara einu sinni í viku og yfir allt skóla árið, frekar en í styttri tíma afmarkaðan hluta skólaársins og 2 nefndu að þeir væru að nota PALS 2 í viku. Aðeins 2 nefndu að þeir fengu handleiðslu við innleiðingu PALS sem bendir til að allir hinir fara á rauninni á þetta hálfsdagsnámskeið og þurfa svo svolítið bara að standa sig sjálfir. En maður getur líka séð fyrir sér að væri sniðugt fyrir teymi kennara að byrja að nota þessar aðferðir og þeir geta þá svolítið stutt hvern annan í framkvæmdinni eða jafnvel skipt með sér hver sér PALS í árgangnum. Ok, svo þarna færri sem að nefna önnur atriði. Það var spurt sérstaklega út í handbókina, af því það var eitthvað sem að kannski svolítið lykilatriði í PALS, að það svona viss handbók með aðferðum og leiðbeiningum og það var spurt hvort að þeir færu að nota fyrirmælin alveg eins og þeir í handbókinni eða hvort þau væru að aðlaga fyrirmælin og 9 af 14 nefndu að þeir væru aðlagaði og ekki að segja alveg orðrétt, en sem líka í lagi af því að það aðalatriði að innihaldið haldi sér. 8 af 14 fannst handbókin góð, 7 af 14 helmingur viðmælanda nefndi að hefði verið áskorun að byrja að beita PALS í kennslu. Þannig að maður þarf að hafa það í huga að þetta tekur svolítið tíma að ná tökum á þessu. Og helmingur sagðist líka hafa notað hjálpagögnin sem hægt að ljósrita eða nota beint upp úr bókinni og þau hafi notað það líka til þess að rifja aðeins upp hvernig aðferðirnar áttu að vera. Og 4 höfðu orði að þeim þætti handbókin svolítið amerísk eða ýkt. Þannig að þetta einhver svona atriði sem þurfum að hafa í huga, kannski við endurútgáfu af handbókinni, að aðlaga hana kannski betur að íslenskum aðstæðum. Og 3 af 14 líktu handbókinu svolítið við handrit, eins og hjá leikurum, að þeir væru svolítið ætti að lesa bara nákvæmlega það sem væri í bókinni. En þetta rauninni svolítið meira kannski innihaldið og hvernig og hvaða atriði þú ert að leggja inn og slíkt. Þannig að það má alveg aðeins breyta orðalaginu. Þó að það sé gott að vita nákvæmlega hvernig orðalagið og hvernig mælt með að orða hlutina, en þá getur þú fundið samt þín orð ef þú heldur merkingunni. Og það voru bara 2 sem lásu beint upp úr handbókinni í fyrstu. Hinir náðu að segja frá sig í eigin orðum. Og hérna svona þeir þættir sem að þátttakendur voru að nota með sínu verk. Og þarna svolítið áhugavert að vita að sjá að það ekki allir að nota alla hluta úr PALSinu.
Í öðrum bekk aðalega verið að nota félagalesturinn, þar sem að krakkarnir að lesa og fylgjast með hjá hver öðrum, hvernig gengur að lesa. 7 af 14 notuðu endursögnina í öðrum bekk, að draga saman eða segja hvað gerðist. Það svona aðeins einfaldara, og eins og að draga saman efnisgreinina í 10 orð, það þótti greinilega vera orðið svolítið flókið fyrir þá sem væri í öðrum bekk. Þannig að ekki margir sem að gera það. Og bara einn að notaði forspána, það sem að spá fyrir hvað gerist næst. Mögulega fer það út aðeins og víðan völl hjá þetta ungum nemendum. En á heildina litið þá nefndu viðmælendur nokkra kosti alls, og þetta svona þessir helstu. Allir nefndu að það væri gott skipulag á pörun nemenda. Mér fannst þessi aðferð við að skipta hópnum upp eftir frammistöðu í skimun eða á lestrarprófum koma vel út. Mér fannst líka gagnlegt að krakkarnir væru að fá mikla þjálfun í lestri og lesskilningi, þannig að allir voru sammála það. 10 af 14 nefndu að það væri mjög skýrt skipulag og 9 af 14 nefndu að nemendur héldust virkir, og 8 nefndu að PALS ýtti líka undir samvinnu og félagsleg tengsl nemenda, sem að einmitt sumar rannsóknir hafa bent til líka og væri áhugavert að skoða nánar hérna á Íslandi. Aðrir þættir sem komu fram í máli viðmælenda var að viðhorf kennara skipti máli, og það náttúrulega verið jákvæður fyrir þeim aðferðir sem að nota, hvort sem PALS á í hlut eða einhverjar aðrar aðferðir. Þannig að 10 af 14 nefndu það. Og eins nefndu 10 af 14 að það væri mikilvægt að hrósa nemendum fyrir velunin störf. Svolítið náttúrulega svipað eins og með annað sem maður að gera í kennslu, myndi ég halda. 6 af 14, þannig að innan við helmingur, nefndi að nemendur geta orðið leiðir á þessum verkefnum, og sama hlutfall nefndi að það gæti verið áskorun að halda nemendum virku. 6 af 14 nefndi líka að undirbúningurinn gæti verið tímafrekur, og 5 af 14 nefndu að þetta tæki tíma frá öðrum greinum íslenskunnar. Og 4 af 14 nefndu að kennarar gætu orðið leiðir, sem nú sem betur fer lítill hluti viðmælenda. En eitthvað samt til að hafa í huga og reyna að sporna við. Nú, annað sem var nefnt varðandi samstarf og stuðning við kennara, að þá voru 7 af 14 sem nefndu að það væri kostur að vera í samstarfi, og 7 af 14 líka, ekki alveg þeir sömu, sem að voru í samstarfi með sérkennara, sem ég veist svolítið sniðugt. Þá er hægt að nýta sömu aðferðir og nýta jafnvel PALS-efnið og aðferðirnar til þess að dýpka á vissri þekkingu og kannski vinna upp sjálfvirkni á þeim atriðum sem vantar og slíkt. Og 3 nefndu að þeim þætti vanta svolítið svona meira utanumhald PALS í skólanum, og aðrir höfðu orðið að það væri einmitt einhver innan skólan sem að væri svolítið ábyrgð á PALS og hægt var að leita til varðandi ráð og annað. Nú, hún Rósa túlkaði niðurstöðurnar þannig að viðmælendum fannst almennt gott af hennar skýra ramma og að það ýtti undir virkni nemenda, og að nemendur ættu auðvelt að tileinka sér þessi hlutverk að vera lesari og þjálfari, og þannig aukist lestrarfærni með notkun aðferðanna. Og það var spurning hvort það þyrfti kannski meiri eftirfylgni við innleiðingu aðferðanna. Eins og er bara 3 klukkutíma námskeið að ræða, og síðan ertu með handbókina og átt að fylgja henni, sem að langflestum náttúrulega tekst vel að gera, en mögulega væri gott að væri einhver aðili innan skólan sem að tækja að sér þetta hlutverk að styðja við eftirfylgnina og skoða hvernig framkvæmdin gengi og slíkt. Og einhverju nefndu líka hvort að grunn-PALS eða aðrar svona einfaldari aðferðir sem fælu meira í sér beina kennslu á hljóðum og umskráningu ættu mögulega betur heima í öðrum bekk. Og það gæti líka verið sniðug leið að nota hvort tveggja eftir þörfum hvers hóps fyrir sig. Af því að maður þarf náttúrulega ekki að nota sömu aðferðirnar með öllum hópnum í heild.
Nú mig langar svona að lokum að segja ykkur frá nýrri rannsókn sem að nýlega fékk Rannís styrk. Við erum alveg himinlifandi með það og við erum komið með doktorsnema sem er Maren Ósk Elíasdóttir sem ætlar að vinna framkvæmdinni og líka meistaranema, hana Lóu Siggu Ólafsdóttur og svo erum við alltaf að leita fleiri meistaranemum til að aðstoða okkur og jafnvel öðrum doktorsnema, þannig að það eru tækifæri þarna til þess að koma að þessari rannsókn og því það er nóg af rannsóknarspurningum. Það sem við stefnum að er að skoða beitingu, framkvæmd aðferðana og reynslu fyrsta bekkjarkennara og nemenda af KPALS og við viljum líka meta áhrifin af notkun aðferðana á byrjandi lestrarfærni nemenda í fyrsta bekk og svo líka á færni í öðrum bekk. Og svo langar okkur að skoða sérstaklega þennan viðkvæma hóp sem eru nemendur af erlendum uppruna og líka nemendur sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleikum. Athuga hvaða áhrif þessar aðferðir hafa á þann hóp sérstaklega. Og draumurinn okkar var náttúrulega að komast út í skólana og fá skóla með okkur en í ljósi COVID er nú svolítið erfitt að bæta störfum á kennara akkurat núna. Þannig að við erum að byrja að vinna úr fyrirliggjandi gögnum hjá Menntamálastofnun og svo stefnum við á að gera svona rafræna spurningakönnun meðal kennara þar sem við viljum gjarnan fá að heyra nánar þessi atriði sem komið fram í viðtölunum og heyra hjá hópnum í heild hvað margir kannast við þessi atriði og slíkt. Og seinna mér komum við að samanburða rannsókninni, við stefnum að hefja hana næsta haust. En hérna eru ýmis viðfangsefni fyrir lokaverkefni sem að ef þið þekkið einhvern meistaranema sem langar að gera praktískt lokaverkefni og kynnast þessum aðferðum nánar og sökkva sér í þetta og efni, þá er meðal annars þessi rafræna könnun, þar sem er verið að skoða meðal kennara hvað þeim finnst hjálpa og hvað hindra við framkvæmdina, hverjum þeim finnst vera kostirnir og gallarnir við PALS, hvort þeir hafi útfært aðferðirnar með einhverjum hætti. Það er mjög spennandi að heyra útfærslur sem hafa reynst vel og eins geta falist verkefni í því að fylgjast með framkvæmd aðferðana á vettvangi og það er þá í tengslu við samanburðarrannsóknina sem fer af stað næsta haust. Og eins á eftir að taka viðtöl við sérkennara reynslu af PALS aðferðunum og jafnvel af grunn PALS sem er svona nýjasta efni og eins á eftir að taka viðtöl við nemendur reynslu af þessum aðferðum. Það er örugglega mjög skemmtilegt að heyra þeirra sjónarhorn. Gott að hafa einhvern hlutlausan aðila í því, alveg nýjan nema. Nú þá eftir að meta áhrifin af KPALS á lestrarfærni í fyrsta bekk, þannig að þarna eru megindleg viðfangsefni og eins hjá þessum undirhópi og eins langtíma áhrifin. Hver eru áhrifin af því að nota þessar aðferðir í fyrsta bekk? Breytir það einhverju varðandi lestrarfærnina í öðrum bekk. Og eins væri spennandi að skoða hvort að krakkar sem eru að nota svona samvinnunámsaðferðir hafi sterkari vinatengsl við hvert annað í bekknum heldur en í bekkjum þar sem er ekki verið að nota svoleiðis aðferðir. Þannig að það er líka mjög spennandi viðfangsefni. Þannig að það er nóg að taka og ég bendi á hérna síður bæði hjá Iris Center KPALS og líka hjá Fjúks rannsóknarhópnum og svo er hægt að googla PALS og leikskóla og þá fær maður upp myndband af krökkum að nota aðferðirnar, því miður ekki tíma til að fara yfir það núna. En svo er upplýsingar námskeið og fleira að finna á Tungumálatorginu undir SÍSL-verkefninu. Þannig að ég bara þakka fyrir í dag. Fullt af rannsóknum sem ættir að skoða og þið getið líka náttúrulega alltaf haft samband við mig, bæði ef það eru spurningar varðandi þetta efni eða hvort það er áhugi á lokaverkefni eða doktorsverkefni, þá bara hafið samband við mig. Ég þakka kærlega fyrir áheyrnina og þakka ykkur fyrir komuna. Við höfum kannski, hvað segir Guðrún, ertu komin? Ég er mætt. Þú ert mætt. Eigum þú ekki hleypa þér að
nema sé einhver örstutt, einhver spurning sem brennur á fólki. Hvað segið þið, kæra fólk? Þið megið spyrja líka. Hljóðnemana, ef það var að bera upp spurningu? Já, þið megið líka, ykkur finnst betra að skrifa spurninguna í spjallrásina. En það má setja á hljóðið og spyrja. Takk Ásdís fyrir hvetjandi orð. Það er gaman að heyra þótt eitthvað fróðlegt. En ef einhver með spurningu, þá getur hann ýtt á hljóðnemann hjá sér og borið fram spurningu. Ég treysti þá bara á að þið sendið mér póst ef þið hafið áhuga og bara gef Guðrúnu Björg orðið og bið hana að deila með skjánum með okkur. Er það ekki? Og kveðja sinni. Takk fyrir áheyrnina. Þykir voða vænt hvað komum margir. Takk fyrir komuna. Svona. Jæja. Já. Þá sjáum við mig eitthvað hérna í mynd. Ég var að hamast að taka mig grímu því mér tókst að fara inn í háskóla og halda ég ætti að vera inn í einhverju herbyggi þar og fékk hana Ásu til að hjálpa mér. Ég fatt ekki að þetta vera heima. Eða ekki stær inn í vinnu. Ég er komin hérna fram úr selja merkmyndin. Svona, ef ekki bara byrja hér og nú förum við á stað. Takk fyrir að vera með hérna í gegnum netið. Ég heiti Guðrún og ég ætla að tala við ykkur þjálfun kennaranema í beinni kennslu og fimiþjálfun. Og þetta eru 25 tilviksrannsóknir sem ég ætla að segja ykkur frá. Á menntavísindasviði í boði, nú fer ég of langt, ok? Þið verðið bara, svona, eins og maður segir, bear with me þegar ég fer einnið og fram og tilbaka og svona. En á menntavísindasviði í boði námskeið sem heitir Lestur og lestrarkennsla. Ég, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Þórðardóttir, við kennum þetta námskeið og á þessu námskeið áhersla á lestranám barna á yngsta stigi og miðstigi grunnskólans. Það áhersla á að kennaranemar sem að sækja þetta námskeiði kynnist raunprófuðum aðferðum í lestri á námskeiðinu og það mjög oft sótt af starfandi kennurum. Á þessu námskeiði þá vinna meistaranemarnir verkefni þar sem þeir nota raunprófaðar aðferðir í tiltekinn tíma og svo meta þeir árangur af aðferðum sem þeir prófa á lestrarfærni grunnskólanemenda. Og það sem ég ætla að gera núna með ykkur að skoða hvaða árangri meistaranemar hafa náð í lestrarkennslu grunnskólanemenda með breyttum áherslum undir leiðsögn okkar Helgu og Steinunnar. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif af stýrðri kennslu og fimiþjálfun á lestrarfærni nemenda með lestrarerfiðleika. Kennarar hérlendis hafa sýnt þessum aðferðum aukinn áhuga því þær fela í sér mikla eftirfylgd með framföru nemenda og eru raunprófaðar. Rannsóknir á stýrðri kennslu ná yfir meira en 50 ár, þannig að ég ekki að fara að tala neitt nýtt við ykkur. En jákvæð áhrif hafa ítrekað verið mæld í lestri, stærðfræði, stafsetningu og tungumálanámi. Beinkennsla eða explicit instruction á ensku aðferð sem áþekk stýrðri kennslu. Ég vona ég sé ekki að rugla ykkur of mikið, en þessi heiti á íslensku hafa svolítið verið á smá flökti. Við höldum okkur við það að stýrð kennsla 50 ára, gömul aðferð, 60 ára elorinn og það explicit instruction svona áþekk þeirra aðferð og við erum svolítið að nota hana núna. Og á námskeiðinu sem ég minntist áðan, lestur og lestrarkennsla, þá var ákveðið að nýta beina kennslu og fimiþjálfun í verkefnum meistaranemanna. Hvað beinkennsla? Beinkennsla raunprófuð, kerfisbundin og árangursrík kennslunálgun
Hún felur í sér leiðbeiningar og aðferðir til að kenna efni. Í kennslunni er áhersla á stuðning við nemendur og námsefninu er skipt í litlar einingar. Skilningur nemenda er stöðugt kannaður. Markmið kennslunar er tiltekið og sýnikennsla með skýrum dæmum. Svörin er styrkt þar til nemendur hafa náð hæfniviðmiði. Þetta með markmiði, bara ef ég minnist aðeins á það, það er eitthvað sem allavega mín reynsla er svo að það skiptir gríðarlega miklu máli að krakkarnir séu upplýstir hvert markmiðið með verkefninu er. En FIMI-þjálfun, meistaranemarnir sem að koma á námskeiði, þeir þurftu að kenna með FIMI í huga og því fylgjast með að frammistaða nemenda væri nákvæm, stöðug, hröð og áreynslulaus, truflaðist ekki auðveldlega og viðhéldist lengi. Þar sem FIMI-þjálfun þjálfar með þessa þætti í huga var sú aðferð valin. FIMI-þjálfun er kerfisbundin leið sem hægt er að nota með öllum kennsluaðferðum. Hún er raunprófuð en upphafina má rekja til atferlisgreiningar. Meginmarkmið FIMI-þjálfunar er að þjálfa FIMI, það er nákvæmni og hraða. Hún er hönnuð með kennara í huga til að auðvelda þeim að fylgjast með frammistöðu nemenda. Hún felur í sér 5 meginþætti. Þar sem námsmarkmið er sett, efnið er valið, nemendur gera endurtekningaræfingar með tíðum mælingum til að ýta undir framfarir. Hver mæling er skráð og markmið er sett að hver nemendur bæti sína frammistöðu þar til tilteknu færniviðmiðum er náð. En það er ekki nóg að taka bara tímann, heldur verðum við að vera búin að setja markmið, velja efnið, tímamæla og telja rétta svörun á móti villum. Við þurfum að skrá þetta og þessi skráning og tímamæling er alltaf notuð til þess að ákveða hvað við erum að fara að gera næst. Þannig að fyrir mig sem kennara þá hjálpar þetta mér rosalega mikið að þegar ég er búin að tímamæla og ég er búin að sjá, eru villur á leiðinni niður, hrað á leiðinni upp, til dæmis í lestri eða eitthvað alveg, þá veit ég að ég er að kenna á réttan hátturinn og ég held áfram það sem ég er að gera. Annars þarf ég að breyta kennslunni ef að framfarirnar er ekki viðunandi. Nú, á síðustu árum þá hefur hlutfall nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku aukist og nýjar áskoranir því blasa við í skólakerfinu. Þetta hefur haft í för með sér neikvæða þróun í lestrarferðni nemenda og eins og Anna Lind kom inn á áðan þá má sem dæmi nefna að 37% nemenda í öðrum bekk gátu ekki lesið sér til gagns árið 2017 en á 2 árum áður höfðu 34% nemenda í sambærilegum erfiðleikum. Það bil 1 af hverjum 10 nemendum upplifir erfiðleika í lestri. Við sjáum þetta meðal annars birtast í tölum tengdum sérkennslu og það má sem dæmi nefna að allt frá 71% til 100% sérkennslustunda í 1. til 4. bekk fari í sérkennslu í lestri. Við sjáum einnig að nokkuð stór hluti nemenda virðist þurfa á einhvers konar stuðningi að halda við nám sitt og fengu 29% grunnskólanemenda sérkennslu eða stuðning við nám árið 2018 sem er aukning frá 24% árið 2008. Ég nefndi þetta og ég ætla samt að gera það aftur. Hérna markmið þessara rannsóknar var að skoða hvaða árangri meistaranemar næðu í lestrarkennslu grunnskólanemenda með breyttum áherslum undir leiðsögn kennara menntavísindasviðs. Rannsóknarspurningin er: geta meistaranemar bætt lestrarfærni nemenda sem þeir kenna með beinni kennslu á FIMI-þjálfun? Þá förum við aðferðinni. Nemendur okkar voru annars vegar 25 kennaranemar á meistarastigi við menntavísindasvið og hins vegar börn sem þeir kenndu. Meiri hluti kennaranemanna, eða 22 af 25, voru reyndir kennarar að sækja sér meiri menntun. Þetta fólk framkvæmdi íhlutun með grunnskólanemendum, 18 drengjum og 7 stúlkum á aldrinum frá 6 til 13 ára, en meðalaldurinn var 9 ár. Börnin sem tóku þátt voru hentugleika úrtak, oftast börn sem kennaranemarnir voru þegar að kenna. 17 nemendur voru með lestrarerfiðleika, en það voru líka krakkar sem það voru 13 nemendur með annars konar erfiðleika, til dæmis ADHD, einhverfu, málhömlun eða eitthvað annað. Þjálfun kennaranemanna fór fram í gegnum námskeiði lestur og lestrarkennsla
Helstu viðfangsefni námskeiðsins varða kennslu í 5 meginþáttum lestrarnáms. Það hljóðkerfis og hljóðvitund, umskráningu, lesfimi, orð og forða, lesskilning og hlustunarskilning ásamt ritun hjá byrjendum og lengra komnum nemendum. Það áhersla á að skoða raunprófaðar kennsluaðferðir sem efla nemendur í áðurnefndu þáttum. Á námskeiðinu fá kennaranemarnir þjálfun í beinni kennslu og fimiþjálfun í gegnum fyrirlestra, beina kennslu, bæði beint í staðlótinu og gegnum netið og hlutverkaleiki. Við höfum farið í þá bara í staðlótunum. Og nemendurnir eru ennfremur hvattir til að hafa samband við kennara á námskeiðinu oft og eða nota spjallið á Moodle. Ég reyni að svara tölvupóstum alveg súperhratt. Hver og einn kennaranemi kenndi sitt einu barni í 15 skipti yfir 5 vikna tímabil. Það var áhersla á að bæta lesfimi barnsins með því að nota beina kennslu og fimiþjálfun. Við kennslustundurnar byggðu kennaranemarnir á því sem þeir höfðu lært í staðlótum, en þeir höfðu líka aðgang að gagnabanka með verkefnum. Og ég hef líka búið til verkefni eftir þörfum, þannig að ef það var til dæmis barn sem átti í erfiðleikum að muna stafinn þ eða eitthvað, að þá hafaði haft samband við mig og þá bjó ég bara til sér verkefni fyrir það barn. Það var kennt í heimaskóla hvers barns og hver kennslustund var að lágmarki 40 mínútur. Áður en að íhlutunin hófst, þá var lesfimi prófuð og kennaranemarnir lögðu fyrir próf þar sem að könnuðu þekkingu á málhljóðum og ýmsir aldursvarandi texta voru líka lagðir fyrir börnin. Þannig að fékkst ákveðið svona grunnmat á stöðunni og þetta ferli var svo endurtekið eftir 5 vikur. Já, lestrarhraðinn. Nemendana jókst að meðaltali 14 orð á mínútu á kennslutímabilinu. Meiri hluti krakkana, grunnskólanemendana, eða 23 af 25 náði settu markmiði í bætingu lestrarhraða sem myndi með tímanum gera þeim kleift að ná viðmiðum Menntamálastofnunar á lestrarfærninni. Það var eiginlega engin munur á bætingu lestrarhraða hjá börnum með og án lestrarerfiðleika að lokinni rannsókninni. Þannig að það virtist ekki skipta máli hvort þau áttu í erfiðleikum með lestur eða ekki. Hér er afskaplega svona skemmtileg mynd. Hérna má sjá niðurstöðu stöðumats fyrir og eftir kennslutímabilið sem stóð yfir í 5 vikur. Börnin, þau lásu allt frá 10 orðum á mínútu upp í 127 orð á mínútu áður en íhlutunin hófst. Þannig að þetta er fjölbreyttur hópur af krökkum. Eftir íhlutun lásu þau frá 11 orðum á mínútu upp í 147 orð á mínútu. 2 krakkar bættu sig ekki. 19 nemendur bættu lesfimi sína 10 orð eða fleiri á mínútu. Og eins og ég nefndi áðan, þá var 23 og 25 sem náðu að bæta sig í samræmi við viðmið frá Menntamálastofnun. En mér finnst svolítið gaman að hafa svona mynd og rýna aðeins betur í hana og ég ákvað að taka 2 nemendur, númer 11 og númer 14. Og þá sjáum við að í báðum tilvikum þá voru stráka að ræða með ADHD og lestrarerfiðleika. 3 ára aldursmunur á þeim. Yngri strákurinn, nemandi númer 11, hann bætti lesfimi sína 35 orð á mínútu og meðan nemandi númer 14 bætti sig ekki. Í báðum tilvikum voru reyndir kennarar að kenna þessum strákum. Reyndar sá sem kenndi strák númer 11, nemandi 11, hann hafði meiri reynslu sem sérkennari. En svo þegar ég fór að skoða kennslunaurinni hjá þeim, þá kom fram munur á upphafi kennslutímabilsins og það lá í því að þeir þekktu báðir stafrófið og nemandi númer 11, hann las 96 orð á mínútu og nemandi númer 14 las 126 orð á mínútu. Þannig að hann er fljótari alveg í byrjuninni. En sá sem var númer 11, hann byrjaði á að æfa hraðlestraræfingar bara með stafrófinu, alveg algjöran grunn. Og svo tók hann næstu æfingar þar á eftir. En nemandi númer 14, hann byrjaði aftur á móti á æfingu með 3 stafa algengum orðum. Það getur vel verið að það hefur verið betra að byrja líka með hann bara í stafrófsæfingum, bara að fara hratt í gegnum það, en svo getur þetta verið fleiri þættir sem eru að hafa áhrif á þetta. Og ef við skoðum
nemendur án lestrarerfiðleika, þeir bættu lesfimi sína frá 67 orðum til 81 orð á mínútu eða rúmlega 14 orð á mínútu á meðaltali. Og nemendur með lestrarerfiðleika þeir bættu lesfimi sína frá 66 orðum til 79 orð á mínútu eða rúmlega 13 orð að meðaltali. Þannig að munurinn á milli þess að tveggja hópa 1 orð. Það er bara ekki neitt. Framfarir í lesfimi, kynjamunurinn, já, það er gaman að kíkja á strák og stelpur, sko. Þegar við skoðum kynjamuninn, þá sjáum við að drengir bættu lesfimi sína 13 orð á mínútu að meðaltali eða 20%. En stúlkur bættu lesfimi sína 16 orð á mínútu að meðaltali eða 23%. Þannig að stelpurnar eru að ná aðeins betri framförum heldur en strákarnir. Og niðurstöður, þær benda til þess að þjálfun á fjarnámskeiði geti gert kennurum kleift að beita raunprófuðum aðferðum og leið bæta lesfimi barna með án lestrarerfiðleika. 23 af 25 nemendum bættu lesfimi sína að meðaltali frá 66 orðum til 80 orða á mínútu. Þeir bættu ekki lesfimi sína. Ekkert mat á gæðum framkvæmdar eða kennslunum var gert. Þannig að ég og Helga vorum ekkert að fara út í skólana og tekka á því hvort að kennaranemarnir væri að kenna eins og þeir faktist áttu að vera að gera. Það fór engin leiðsögn til kennaranemanna heldur fram í skólum barnanna. Þannig að það er rauninu óljóst hvort að kennaranemarnir voru að beita aðferðinu rétt. Hvað var það þá 2 nemendur af hverju þeir náðu ekki að bæta lesfimi sína? Þá getur vel verið að þeir hafi þurft meiri hvatningu, en það er hluti kennslunar og það er rauninu hægt að lesa það út úr frammistöðunni, þar sem ég var að tala áðan með að skrá og rýna í niðurstöðurnar á frammistöðunni. Eitt af því er að maður sér rauninu þessi þarf meiri hvatningu. Já, og svo mögulega með markmiðssetningin. Við vitum rauninu ekki hvort að þessi tilteknu nemendur hafi verið nægilega vel upplýstir hvert var markmiðið með þessu verkefni og svona. Bæði skammtímamarkmið og langtímamarkmið. Og svo veitum við ekkert hvort að þeir fengu þá yfir höfuð að setja þessi markmið sjálfur. Nú vöntun á leiðsögn og vettvangi kennaranemanna, það telst takmarkandi þáttur, en til þess að bæta gæði rannsókna á svona borði þessa, þá væri gott að bæta við áreiðanleikamælingu milli matsmanna og mati á gæðum framkvæmdar. 2 kennarar gætu til dæmis unnið saman á þann hátt að annar fylgdist með kennslu hins og skoðað stöðumat barns, skráða sem hann sér og gefið leiðsögn sem myndi gagnast kennurum og nemendum. Nú veit ég alveg hvernig við kennarar vinnum og við kannski að fá annan kennara inn hjá okkur getur verið svolítið maus, þannig að eðlilega þarf stuðning frá skólastjórnendum til þess að það sé hægt að gera þetta. Þá er ég búin í bili og eins og hjá önnurlinda þá er alveg dopi af heimildum minna sem hægt er að kíkja á og lesa. Og sjá. Þá megið þið alveg dúndra á mig bara spurningum ef þið viljið eða ykkur í chatinu. Það er hérna, ég kveð ykkur. Ekki samt öll tala í einu, sko. Ég er með eina spurningu. Já. Ég var bara svona spá að því að það er svo mikið að tala þú veist, hvað þú nær mörgum orðum á mínútu og allt þetta hérna. Nú veit ég ekki alveg hvernig þetta er núna, en eins og þetta var þá þegar ég var í grunnskóla, að þá var einmitt verið að telja orðin á mínútu, en maður var aldrei spurður út í, sko, hvað varst að lesa Þú veist, ég var alveg fljót að lesa, en hafði engan lesskilning. Nei, sko, í rauninni eins og í þessu verkefni, og við ræðum það alveg við kennaranemana, hérna er bara mjög afmarkaður þáttur í lestri sem er verið að prófa og skoða. Við rauninni, það sem þær hafa gert á námskeiðinu er að þær gera þetta inngrip í rauninni 5 vikur þess að kenna 15 kennslustundir og eru bara að skoða áhrif á hraða. Og svo gera líka orðaforðaverkefni, það sem þeir eru að vinna með orðaforða með krökkunum og skoða það. Ég hefði líka getað farið að blanda því saman með þetta. En svo höfum við bara kynnt fyrir þeim
hvað segir sko stýrkennsla og beinkennsla lesskilning og hvernig á að kenna lesskilning. Það alveg bara efni í bara annað námskeið í rauninni sko. Þannig að við verðum í rauninni alltaf þegar við erum að skoða lestur og eitthvað svona, þá verðum við bara að hafa í huga hvaða þátt ég að skoða af þessum, af lestrinum sko. Ég að pæla í hraðanum, ég að pæla í orðaforðanum, ég að pæla í lesskilningnum og vera meðvituð bara það held ég sko. Já, algjörlega, ég mjög sammála, ég var bara svona spá bara svona hvort það væri eitthvað búið að breytast síðan bara fyrir 15 árum eða eitthvað þannig að því að þú veist eins og þegar ég horfði tilbaka þá þú veist var ég bara sko sprökli í gegnum kannski blaðsíðurnar sem ég átti að lesa og svo bara fékk ég bara gott í kladdann og allt frábært en kannski skilningurinn á efninu var ekkert að gefa mér neitt og það var aldrei neitt eitthvað spáði sérstaklega í það hvort að ég þyrfti eitthvað á aðstoð með það að gera fá betri skilning á efninu. Já, sko, ég held sko þegar maður skoða bara bæði orðarúm sem verið að leggja fyrir og ekki læsi þá einhver skilningur ef ég man rétt og svo allar þessar bækur sem að koma inn núna eins og frá Menntamálastofnun það er fullt af lesskilningsefni og verkefnum í öllum þessum íslensku bókum sem að koma út núna og þannig að ég heldur henni mín tilfinningar allavega svo að það er meiri svona þungi í því að börnin skilji það sem að lesa líka sko. Má ég kannski aðeins bæta inn í að ég hef fylgst með þessari þróun í svolítið langan tíma og það hefur einmitt verið svolítið misskilningur sko á því af hverju fólk að mæla lesfimi eða fimi yfir höfuð. Menn að markmið okkar ekki bara að fólk sko lesi hratt eða geti sagt ljóðin hratt eða eitthvað svona. Heldur snýst þetta allt að gera tengingarnar á milli þessum þú sér og þessum þú segir sjálfvirkar. Bæði með hljóðin, að þú bara getið sagt hljóðin svona og þurfi ekkert að hugsa það. Þetta verður bara svona automatískt. Þannig að þegar þú fannar umskrá þannig og þú getur bara lesið hratt og jafnvel nánast þannig án þess að hugsa það, þú veist, þá þetta orðið sjálfvirkt, en að sjálfsögðu sko, þá næst í rauninni fram meira pláss í huganum til að hugsa það sem þú ert að segja og lesa. Ef þú ert svona bara strögglandi í gegnum orðin og ert alltaf að muna hvað þetta hljóð segir og þú ert að rugla saman B og D og P og B og alls konar sko, að þá náttúrulega bara næst ekki sér skilningur. Þannig að umskráningin og sjálfvirknin er algjört lykilatriði til þess að skilja vel það sem þú ert að segja og lesa. Þú veist, og ná samhenginu í þessu. Af því ef þú lest svo hægt, sko, þú manst ekki einu sinni hver byrjunin á setningunni var þegar þú komið í endan, að þá nærðu náttúrulega ekki skilningnum. Ég held líka sko svona... En það þarf náttúrulega sjálfsögðu líka að prófa það, þú veist, og þetta er náttúrulega yfirleitt líka að tékka eins og Guðrún kom inn á. Ég held líka sko, allavega eins og mín upplifun af þessu er svo að það er ekki síst líka bara áhugahvötin hjá krökkunum að þegar þau eru með í markmiðssetningunni, þau vita hvað þau eru að gera, þau fá verkefni við hæfi og þá kviknar á áhuganum og þegar kviknar á áhuganum þá fara gullhlutir að gerast í rauninni sko. Allavega mín persónulega upplifun. En því ég sé að Sigrún er með spurningu kennt fljótlega í fjarnámi, þetta námskeið er kennt menntavísindasvið og það er kennt eftir jól. Þannig að þetta er líka, ég held þetta sé bæði sko, endurmenntun kennara þeir geti farið á þetta og svo líka þeir sem eru í meistaranáminu. Já, þannig og það er í fjarnámi, ekki? Fjarnám, jú. Hvað segir Sesselía? Ég var að velta fyrir mér einu, sko, það væri nú dálítið gaman að tilengja sér þessari aðferðir. En það sem ég var að velta fyrir mér það er hvað gera foreldrar á sama tíma. Af því nú hef ég bæði heyrt af því hvað þú gerir Anna Björg og gerðir með þín börn og Anna Lind, sko. Er eitthvað prógram fyrir foreldrar sem hangir saman við þetta? Getur það, ef fólk hefur áhuga á því, þá eins og bara þegar ég var að kenna inn í Hlíðaskóla og tók hópa börnum, sko, og þá bara bauð ég upp á það, bara þeir foreldrar sem vildu fá verkefni og kennslu hjá mér í hvernig er hægt að sinna heimalestrinum í þessu, þá komuðu bara inn í skóla og fengu bara að setja kennslustund með mér í rauninni og fengu svo bara verkefni og sendu mér alltaf tölur og þá sendi ég næsta verkefni á móti og svona sko. Þannig að það er alveg hægt að innvikla foreldri í þetta bara ef að viljinn fyrir hendi sko. Já, ég veit þetta flott leið. Við veit alveg eina fjölskyldu sem væri mjög til í að gera þetta. Ég veit 100 held ég. Já, þannig að mér langar svo til þess að reyna að koma því á lakirnar sko. Spyr fyrir vini Reykjavík. Já,
einmitt. Og bara að gera að virkja alltaf foreldra og hafa þá eins mikið með eins og hægt er. Ef að þeir hafa kost á því. En svo náttúrulega sko, er það samt ekkert forsendan fyrir því að árangur sko, geti náðst. Þú veist, ef að barn á ekki foreldra sem eru duglegir að styðja við, eru kannski ekki íslenskumælandi og annað slíkt, að þá er vel hægt að finna fleiri tækifæri í skólanum til þess að æfa. Til dæmis þarna með félagakennslunni. Til dæmis með því að vera með vinabekki og láta þá para, þú veist, vinna saman eða í frístundaheimilinu eða þú veist, á bókasafninu, þú veist, það er hægt að útbúa fleiri tækifæri til þess að æfa sig fyrir þá krakkar sem að þurfa. Og ekki bara þá þau veit í sérkennslutímum, heldur bara. Maður gerir bara líka eins og bara, ég var umsjónarkennari og svona, að þá bara veitir maður úr þessa krakka sem að voru, það sem heimilestri var ekki sinnt í rauninni, og maður rauninni bara hlustaði oftar á þessi börn og æfði þau oftar í rauninni, þannig að kennar að gera það örugglega bara víða, sko. Bara. Þau þurfa mest á ykkur að halda, þessi sem eru lengst á eftir, það er bara þannig. Já, en bara kæra þakkir fyrir þessar góðu spurningar. Er eitthvað svona lokun? Nú fyrir við bara svona að segja þetta gott. Og það sé að, já, það eru svo mörg verkfæri. Og maður þarf náttúrulega líka að passa sig að velja eitthvað sem að rannsóknir hafa sýnt að að skila árangri. Þú veist, nýtum tímann sem við erum að verja með krökkunum og okkar tíma sem best. Þannig að kynnið ykkur alltaf hvað rannsóknir hafa sýnt. Eða þá, ég meina, hlustið á fólk úr háskólasamfélaginu sem búið að setja sig inn í þetta og að reyna að bera saman hvað virkar betur heldur en annað. Og að maður svona nýti sér svolítið þær niðurstöður. Og þessar aðferðir sem við vorum að kynna hérna í dag til dæmis aðferðir sem hafa reynst mjög svona skilvirkar og henta fyrir þá krakka sem eiga erfitt með að læra og lesa. Og það er náttúrulega einmitt þau börn sem að þurfa mest á okkar aðstoð að halda. Þannig að ef þið getur notað þessar aðferðir með öllum bekknum, þá er það vonandi að ná betur til þessara krakka sem að þurfa svo mikið á þessu að halda, heldur en ýmsar aðrar aðferðir sem verið að nota. Þannig að hafið það endilega í huga og líka kannski bara hægt að prófa palsið til dæmis með, það er stutt námskeið, aðgengileg handbók og eitthvað sem hægt er að prófa að nota með til þess að auka svona aðeins þessa beinu innlögn og meiri og æfingar. Ég er alveg til að senda á fólk glærurnar ef það vill. Sendi þá bara á mig að annalind@hi.is. Já, ég var líka að henda hérna bara netfangið mitt af því að Hanna Lilja var að spurja. Já. Ég get líka senda á þig, Anna Lind, og þú bara sendir það á fólk eitthvað þú ræðir í. Nei, það er bara að gera. Alveg bara, alla pakka. Já, akkurat. Það er alveg að hafa samband. Munum að koma alltaf ný börn, það er nefnilega máli, sko. Og þau börnin verða ekkert leið á þessum aðferðum. Sumir sko kennarar geta kannski leiðir á, alltaf nota alltaf sömu kennsluaðferðina, en yfirleitt verða ekki leiðir ef þið sjá árangurinn. Mér finnst það svo gefandi. Ég er enn að nota sömu aðferðir eins og bara fyrir 25 árum varðandi ýmislegt sem að hefur bara gefist rosalega vel. Og ég þreytist ekki á því. Þannig að maður þarf svona stundum líka að hugsa mitt. Það koma alltaf ný börn sem að þurfa markvissa kennslu. Og við megum bara ekki bregðast einn. Það er svo mikið í húfi. Og engin ástæða til. Það er til svo mikið aðferðum sem að þarf ekki mikið til að setja sig inn í. En já, enn er tækifæri fyrir spurningar. Þannig að grípið það ef þið viljið. Ég held að þið eru svona búin að ná einmitt. Heimildirnar, já, en það kemur með glærunum. Gott mál. Ég kannski bendi bara líka á aðra málstofu sem við erum með á eftir. Ég og Margrét Sigmarsdóttir og Gyða Guðmundsdóttir sem fjallar aðlögun og líðan barna.
Þannig að kíkja endilega á hana á forsíðu menntavísindasviðs, hún er hérna í efstu línunni ef þið viljið kíkja á þá málstofu og hún byrjar núna hálf 4, 15:30. Þannig að það verður gaman að sjá okkur þar líka, til það sem hafa tök á. Við ekki bara að fara að segja góða helgi eða eitthvað svona frá okkar. Já, nei, það ekki bara. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Ég skrifaði hérna líka. Einmitt. Við hérna sendum þá á þá sem að senda okkur póst glærurnar. Sé að ég tek niður netfangið eitt hérna, Elín. Það var að vinda mér strax í að senda hana póst hérna með glærunum að gera áður en maður gleymir því. Já, takk fyrir hérna hvetjandi orð. Ég sé að það komnir hérna nokkru póstar. Það er alltaf svo gaman að heyra að þetta hafi eitthvað nýst fólki. Maður sé ekki alltaf talandi eitthvað bara út í bláinn. Tek hérna póstnúmerið, já. Ég vil ekki slökkva alveg strax ef fleiri skildu vilja senda hérna eða sjá netfangið eða senda okkur. Við lokum hérna allavega það kortir yfir. En helst bara að fara að smetla þessu inn ef þið viljið fá glærurnar sendar.